Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að halda aðeins áfram að fjalla atburðina í París og kannski setja þetta í örlítið stærra samhengi. Ég vill áfram votta öllum sem að tapa lífinu í þessum ósköpum. Samúðarkveðja til þeirra og aðstandenda þeirra. Og ég kannski geri smá athugasemd við hvernig fólk er í raun að túlka þetta. Hvernig getur þessi árás, þessi aðgerð verið árás á tjáningarfrelsi? Það er bara meikar ekkert sens. Það er áróðurs tenging. Sko, það er alveg á hreinu og það er titilmynd mín á þessu vídeói. Það virðist enginn vera að sjá það að þetta snýst hernað. Þetta snýst stríð. Þetta snýst að koma hermönnum og búnaði og græjum og þjálfun og fleira gagnvart íbúum Evrópu. Þessar árásir eru yfirskyn. Þær eru ekki hin raunverulega ástæða. Það er hin mesta blekking. Sko, þetta Bilderberg stjórnarfar sem er í Evrópu, það er núna hafa þeir tvennt, þeir eru búin að tæma allar ríkis, þetta eru glæpamenn, sko, skulum alveg hafa það á hreinu. Þeir hafa notað NATO sem var stofnað til þess að vera varnarbandalag, en NATO hefur verið notað sem árásaklúbbur út allan heim. Og ég ætla að sýna ykkur mynd af því sem að NATO og þetta lið er að taka þátt í. Þetta er svolítið dramatískt, það er bara flott. Og sko, ef að við í sko, það er alltaf verið að skipta heiminum líka upp í tvær fylkingar. Og það er ekki af ástæðulausu sem að það er. Það hagnast ráðandi öflum en ekki það græðir enginn, almenningur græðir ekkert á því, sko. Og sjáum við drone strikes bara í Pakistan, sko. Við vitum að það hefur verið drone strike í Afganistan, í Afganistan, sjáum við hvað mörg börn deyja hér til dæmis. Og þetta er bara Pakistan. Og þeir sem eru dökkrauðir, það eru óbreyttir borgarar. Og aðrir eru þá ýmist eitthvað skýrgreind fólk og þá jafnvel eru þar upplýsingar fengnar með pyntingum eða eitthvað slíkt. Þannig að við þurfum kannski aðeins að horfa í eigin barm og þurfum að horfa í spegil og velta fyrir okkur hvað er í gangi. Ég spyr ef að þessi árás sem er sviðsett af NATO sjálfum og þessu kabali í kringum það, NATO, CIA og Mossad og hvað þetta heitir allt saman, Bilderberg, herdeildum Bilderbergara, að ef að árásin á þessa skrýpómyndaskrifstofu, ef að hún er árás á tjáningarfrelsið, fyrsta lagi er engin sönnun eða það er ekki búið að upplýsa þetta mál einu sinni,
En það eru allir okkar vestrænu fjölmiðlur að hrópa og æpa árás á tjáningarfrelsið, árás á okkar menningu, árás á þetta og árás á hitt. Þá spyr ég, á hvað er þetta árás? Þegar verið er að drepa 3200 manneskjur og þið vitið að hagsmunasamtök heimilanna voru flokkuð sem svona hryðjuverkasamtök, þannig að þau væru í þessum gráa hluta. Og þetta er bara, þeir bara skýrgreina eitthvað fólk og segja bara, já, þessir eru bara hryðjuverkamenn. Við erum með ákveðna sannanir fyrir því. Og svo spurti ég, getum við fengið að sjá sannanir? Nei, þau eru top secret, sko. Þannig að þarna í Pakistan til 2013 eru 175 börn sprengt með þessum vítisvélum sem heita drónar. Og það er fyrir utan all aðra loftárásir og aðra morðstarfsemi og fleira slíkt. Og og það er næst á dagskrá er að ráðast á okkur. Þið sem að eruð að klappa þetta upp, þið sem eruð að mæta með svona einhver Charlie skilti og segja ég er Charlie og þetta, þið eru samsek í því að klappa upp heimsstyrjöld og þið eru að klappa upp morðingjana eða glæpamennina. Og þið eruð mjög alvarlega heilaþvegin sem að eruð í þessari starfsemi. Og ég hef nú verið þannig að biðjast afsökunar á því og kannski farið aðeins yfir strikið á einhverjum tímapunkti, en ég hef verið að ögra fólki svolítið. Ég hef verið að birta skopmyndir af öðrum trúarhópum og ég hef verið að ögra fólki aðeins. Og það er bara sagt mér hreint út, ég bara, heyrðu, þú mátt ekkert vera að segja svona. Þetta er bara út fyrir það sem að mér finnst þægilegt. Og ég hef ekki einu sinni verið að birta svona, ekkert í líkingu við það sem þetta blað hefur verið að birta. Ekki það er náttúrulega, eins og þið vitið, kannski rétt að ítreka það fyrir útúrsnúningarana, þeir sem eru í þeim bransanum, að ég er á móti öllum drápum á fólki, hvaða nafni sem það nefnist, og ég vil að fólk hafi frelsi, fullan eignarétt og þar með yfir lífi sín og líkama og til að leita sér hamingju og nauðþurfta, fullkomið ferðafrelsi. Og það endurspeglast í þeirri stjórnarskrá sem ég hef lagt fram. Þannig að ef einhverjum dettur í hug að ég sé að ef einhverjum dettur í hug í eina sekúndu að ég sé eitthvað að mæla fyrir þessu eða hinu ofbeldisverkinu, þá er eitthvað að talskilningi ykkar eða þeirra sem að heyra þannig raddir, sko. Og ég er hins vegar ég er búinn að segja það, ég samhryggist ef að fólk hefur dáið, það er mér sem við vitum að í Sandy Hook dó ekki ein einasta persóna. Og það eru FBI staðfest með sínum tölfræðilegu gögnum. Og við vitum að mynd birtist af barni sem átti að hafa dáið í Sandy Hook birtist núna í Pakistan skotárásinni. Þannig að þetta er ekki allt bara flugur út í vindinn sem ég er að segja, þessar myndir hafa verið birtar í fjölmiðlum. Og það er bara verið að klappa upp í stríð. Og ef einhver græðir á þessu fíaskói þarna í París, þá er það hægri fasísku öflin eða farið í það pólitískt. En það eru náttúrulega þessi Bilderberg öfl sem standa í þessu. Þetta fólk hérna er fullkomlega heilaþvegið sem að stendur í þessu hérna. Og ég krítiseraði þetta, ég sagði að þetta væri nú heilaþvegnir fábjánar, sem ég held að sé rétt hjá mér. Það er kenning, ef þið eru með einhverja afsannanir fyrir því, en til að senda þið með það. Það hefur enginn sendt mér neitt það að ég hef rangt fyrir mér. Og hérna voru menn svakalega viðkvæmir,
bara já, heyrðu, það er nú allt í lagi að þú hafir svona skrýtnar skoðanir en þetta er nú einum of langt gengið að segja að þetta séu heilaþvegnir fávitar. Nú, er ekki málfrelsi? Já, nei, það má ekki segja svona, sko. Ekki gagnvart þessu fólki. Þetta fólk er allt svo svakalega gott, sko. Þó að þetta fólk hafi aldrei fjallað þetta hérna, nema það bara í einhverjum svona örfréttum. Þetta fólk er ekkert að fara upp á einhver húsþögn með skilti og segja af hverju er verið að drepa 175 börn bara í Pakistan. Af hverju er verið að drepa þessi börn? Fyrir utan þau þúsundir barna sem hafa náttúrulega látið lífið í Palestínu. Af hverju er ekki gert meira mál úr því? Og þið þurfa að átta ykkur á því líka að fyrirbæri eins og Jyllandsposten og þessi franska Charlie skrifstofa, ég ætla nú ekki einu sinni að reyna að bera fram franska nafnið. Og þá fer enginn upp á þak. Þá segir enginn neitt um neitt eða ekki neitt. Og þetta er bara hræsni. Og þegar að svona New World Order eða þegar að heimsveldi falla þá byrjaðu að ráðast á sína eigin borgara. Það er bara staðreynd mannkynssögunnar. Það er ekkert eitthvað sem ég er að fabúlera upp. Það er bara eins langt aftur og hægt að rekja mannkynssögunnar, þá endar það alltaf þannig. Og ástæðan fyrir því að það endar þannig er að þessi glæpa, og til dæmis bara glæpamennirnir okkar í valdstjórninni, þeir hafa tvennt að velja. Sko, það líður að því, og það er svo mikið vakning núna líka þess, þá er þið líka að reyna að loka svona broadcasturum eins og mér, útsendingagaurum eins og mér, og meira að segja David Cameron sagði í ræðu í Sameinuðu þjóðunum að þeir sem að voguðu sér að efast svona atburði, að þeir væru þá bara líka hryðjuverkamenn. Bíddu, er ég þá hryðjuverkamaður? Af því ég bara kyngi ekki hvaða lygi sem að kemur úr húsi heimskunnar. Þetta meikar akkurat ekkert sens. Og þannig er það náttúrulega, sko, stríð meikar ekkert sens. En þið heimska fólk sem eru að klappa þetta upp þurfa að átta ykkur að því að þið eru næst. Okkar þjóðríki eru næst. Sko, ISIS og Al-Qaida og hvað þetta heitir allt saman, þetta er allt saman fjármagnað NATO og Co. Það er löngu sannað. Og ef að í sögulegu samhengi þá er þessi Operation Gladio, það er aðgerð sem var á köldu stríðsárunum eða hvenær sem það var, og þar var NATO, CIA og held ég örugglega Mossad, þið getið lesið þetta sjálf, að þeir stóðu fyrir hryðjuverkum í Evrópu skipulega, og það var NATO. Þannig að þetta er ekkert úr lausu lofti gripið hjá mér. Þetta hefur gerst áður og þetta er að gerast aftur núna. Og ég varaði við þessu, til dæmis fyrsta viðtali mínu á Útvarpi Sögu eftir áramót, og líka fyrir áramótin, held ég 2 síðustu viðtölum þar á undan, sagði ég að það væri von á gríðarlega mikið af fölskum fánum. Það eru þessi 730 trilljón dollara afleiður er að fara að krassa, gullið er uppurið í Vestur-Evrópu og það er búið að flytja það úr álfunni. Þannig að það blasir við fullkomið fjárhagshrun í Evrópu. Og ef þið haldið að 2008 hrun á Íslandi hafi verið slæmt, þá var það bara byrjunin. Og ef þið haldið að það sé slæmt að 6 milljón manneskjur bara á Spáni eru atvinnulausar, þá er það bara smámunir með það sem að mun væntanlega koma.
og bara ef þið horfið á myndirnar af þessum atburðum þarna í París, ef við bara rennum yfir myndmálið, þá sjáið þið alveg hvað er í gangi. Að það er verið að já, við getum farið hérna líka bara. Oft gott að sjá myndirnar hjá þessum gaurum. Hérna eru bara helikópterar, lögreglumenn með vélbyssur hlaupandi út um allt og náttúrulega hermenn. Og þeir eru að renna saman, lögreglur og hermenn. Og þetta er herþyrla og hér er lögregluþyrla. Þessir tveir menn hérna þessi bræður sem að er verið að reyna að ljúga að þetta eru blórabögglar, þetta eru svona smákrimmar. Og þeir eiga að vera svona miklir snillingar, hafa getað framkvæmt þessa aðgerð. Þetta er mjög flókin herfræðileg aðgerð sem var framkvæmt þarna á þessari skrifborðsskrifstofu. En þeir skildu eftir nafnskírteinin sín í bílnum, eða nafnskírtið þeirra var í bílnum og það er sönnunin. Þú veist, í alvöru. Í alvöru, eru það fólk að trúa þessu? Ég bara trúi því ekki að fólk sé að trúa þessu. Og hér er semst vopnaðar lögreglur, alls staðar bara sko að vera að leita 2 mönnum, áttið ykkur á því. Hérna er verið að verið að ráðast á saklausum borgara sem hafa ekkert með þetta að gera. Og meiri helikópterar, allt í öngsveitin náttúrulega. Og svo sjáðu þið hér, sérsveitir út um allt. Þessir tveir þau tvö hafa dáið í þessari matvöruverslun. Þetta er lögreglukona sem á að hafa dáið. Og þegar ég efast að fólk hafi dáið, þá er það af reynslu. Að í Sandy Hook dó enginn til dæmis. Hérna er bara saklaust fólk út á götu, sjáðu, á mótorhjóli. Hérna kemur lögreglan með byssu í höfuðið á þeim. Síðan er bara mótorhjóli komið á hliðina, spegillinn brotinn. Sjáu þessar aðfarir. Finnst ykkur þetta eðlilegt? Þetta eru bara almennir borgarar á ferð. Hnéð í bakið. Í alvöru. Sjáu þið ekki samhengið í hlutunum? Og svo er þetta rollunar, heilaþvegnu rollunar. Þetta fyrir mér er það sama og þegar að þegar verið að setja svona kross, hvað var það svona æðið máluðu gyðingamerkið á verslanir gyðinga. Fyrir mér er þetta fólk að fremja sama hlutinn. Og áttið ykkur á því, ég er ekki múslimi sko, ég er kristinn. Og ég bara einfaldlega sé hvað er í gangi. Og meira að segja er þetta atburður sem ég var búinn að spá fyrir. En ég ætla að halda áfram, ég á með þannig að núna fara þeir væntanlega að draga líka fram stóru bomburnar sko. Við megum búast líka við dirty bombs og svo videre sko. Að ég er drullur hræddur að það komi miklu stærri aðgerð en þetta sko. Ég held að þetta sé bara upphitunin. Og svo núna er farið að undirbúa sækið fyrir
Nú er farið að undirbúa sæki fyrir að London verði líka fyrir jafnvel árásum. Og hérna er ein mynd sem að mér finnst skrítið, hver er þetta? Hvaða gaur er þetta? Af hverju er hann að eru ekki paramedics sem sjá svona framkvæmdir? Eru þeir í einhver skortur á þeim? Hérna sjáið þið hermennina. Og hérna sjáið þið fólkið á svæðinu. Fyrsta lagi þá ef þú parkerar svona bílum, þetta var sama og gerðist í Sandy Hook, þeir bara stöppuðu öllum sjúkrabílum, þannig að komst enginn neitt, sko. Sko ef þú ert að sækja ykkur að særða eða slasaða, þá parkerar þannig að þú komist í burtu aftur. En þetta er sjó, sko. Og sjáið þið þennan gaur hérna. Sjáið þið þennan gaur hérna. Og þennan gaur hérna. Þetta eru leyniþjónustumenn sem að passa upp á að leiksýningin gangi rétt fyrir sig. Og við höfum séð þetta svo oft áður, sko. Hérna er hermenn. Hérna mættu þeir 3 lögreglumönnum og þið sjá að lögreglubílnum er parkerað þannig að þeir komist örugglega fram hjá honum. Lögreglumenn sem ætla að stoppa einhvern setja náttúrulega bílinn þvert. Það er það fyrsta sem þeir gera. Og meiri heilaþvegnir hálfvitar. Síðan kemur forsetinn þarna strunsandi inn á svæðið á meðan að það er ennþá skýrgreint sem crime scene eða glæpasýn. Og ef að þetta er svona rosalega mikil hryðjuverkaógn sem verið að selja okkur þarna, heldur að forsetinn myndi að strunsa þarna inn á svæðið? Ef að þessar vondu grýlur eru þarna upp á hverju húsþaki? Valla, sko. Það er verið að ljúga að ykkur, kæru vinir. Og ekki í fyrsta skipti, sko. Hérna sjáum við hermennina sem var að sýna ykkur áðan. Hermenn, sjáum við. Þetta er bara eins og Google situr að, sko, þegar ég leita átt ykkur á því. Þessi mynd getur verið bara frá ykkur allt öðru. Þið bara takið það með þeim fyrirvara, að þetta er það sem Google situr undir þetta, þessa leitaskilyrði. Og ég reikna með að Google sé að vinna góða vinnu hérna fyrir okkur. Og síðan skil ég ekki eitt, af hverju ef að sko, ef að einhverjum, nú er ég bara fabulegra, sko. Ef að til dæmis segjum samkynhneigðir, þeir eru ofboðslega viðkvæmur hópur til dæmis. Það má eiginlega ekkert segja þá verða þeir ofboðslega sárir. Eru þeir þá öfgatrúamenn líka? Hvernig er það? Eða eru þeir bara stikkfrí í þessar umræðu eða? Ég hef ekkert á móti samkynhneigðu fólki eða svo alltaf hugsa maður áttu maður að segja samkynhneigt eða hvað áttu maður að segja? Það er bara þannig að þið áttuð ykkur á því að það er ekki sama hvernig verið að fjalla. Og til dæmis samkynhneigðra, þá má ekkert fjalla þá nema bara á vissan hátt. Og þið munið hvað allir voru viðkvæmir þegar allir Snorri Betel var að tjá skoðanir sínar samkynhneigða. Hann tapaði bara vinnunni út af það. Veitu, hvað með málfrelsi hans? Af hverju á honum ekki vera bara alveg skít sama tilfinningar samkynhneigðra? Af hverju ekki?
og ég ætla að spila eitt vídeó líka. Ég get ekki spilað þau, það er svo mikið rugl í copyright dæminu hjá YouTube og þeir hafa tekið niður fullt af ég var að horfa til þess að Rás daginn sem var með svona 3 tíma broadcast. Svo bara þegar ég var að horfa á það, bara blúps, YouTube búið að taka þetta niður, þetta myndband. Já. Sjáið þið upp á þakinu, þar maður í Skotheldu vesti. Já, ganga borgarar landsins í Skotheldu vestum bara orðið. Svo sjáið þið þessir 3 menn eru lögreglumenn og þessi 4. hér er sennilega lögreglumaður líka. Síðan er vídeóið tekið niður, sjáið þið. Og þið sjáið aðeins litamun á vídeóinu. Það er klippt vídeóið. Svo er lögreglumenn, svo tekið niður svona lúp, síðan kemur upp aftur og búps, lögreglumenn horfnir sem voru rétt áðan og þetta er klippt inn á, þetta er falsað vídeó. Og sem hlýtur að vera stuðningur við kenningu mína að það sé ekki verið að segja okkur satt. Og ég held áfram með myndmálið í þessum atburði. Þá sjáið þið, það eru hermenn bara út allt, gráir fyrir járnum. Þetta eru bara hermenn, NATO væntanlega, eða franskir hermenn, eða hvernig sem það er. Og meiri heilaþvegnir hálfvitar hér. Að þið sjáið að það bara stemmir ekkert sem verið að segja, sko. Og er þetta skírteini sem hann átti að hafa skilið eftir í bílnum. Come on, sko. Og wow. Hver trúir því? Veist, fólk trúir bara hverju sem ef stjórnvöld segja það, þá bara hlýtur það að vera satt, sko. Það bara, og svo áttið ykkur að það er náttúrulega búið að ritskoða fullt af þessum myndum, sko, það má ekki sýna allt, sko. Og það er á fullu verið að taka niður vídeó og breyta þeim, sko. Og svo var annað sem ég reyndar ekki þessi mynd, en það hafa verið svona myndir af ljósmyndar hafa bara verið við hliðina á snæperum, sko. Og þetta vídeó það var tekið til dæmis af vídeókrúi. Þetta var ekki bara einn einstaklingur það var einhver fréttastofu krú sem var statt þarna upp á þaki. Er það sem ég var að leita að mitt. Er lögreglan parkerar bara snyrtilega svona og skilur eftir leið fyrir þá að komast í burtu. Og þeir skutu bara í miðjuna á rúðunni. En síðan korteri segja 15 sekúndum seinna þar sem þeir hittu þennan lögreglumann á hjólinu, þá stoppuðu þeir, fóru út til þess að drepa hann. Og ef þið horfið, það er þetta og ef þið horfið á þetta vídeó, það er farið að blura það er ekkert blóð, að þið sjáuð ekkert bakslag á byssunni. Þið sjáuð bara eitthvað svona, á sumum vídeóum var smá blossi, en hann hefur verið tekinn út, ég hef ekki fundið hann aftur, og síðan var smá svona recoil af stéttinni. En þetta á að vera AK-47 riflar held ég, Kosakov eða hvað er þetta? Ég segi þetta nú örugglega vitlaust.
að sko þið munið að eins og okkur var sagt að Kennedy var skotinn, hann var skotinn með svona einhverjum 22 millimetra riffli bara í 300 metra fjarlægð og hann missti bara hálft höfuðið sko. Að hér af þess svona stuttu færi þá missir maðurinn ekki eða það kemur ekkert blóð eða heilaslettur á gangstéttina eða neitt. Hérna sjáið þið. Og hann er vopnaður sko. Held ég örugglega. Og vill þannig til að hann er múslimi sko, þannig að eini ef að eða sest að það sá einhvers staðar mynd þar sem var að segja að þessir hryðjuverkamenn hefðu drepið múslima sko. En þetta snýst ekkert um trúarbrögð, þetta snýst um peninga og völd. Þetta snýst um stjórnun á fólki, þér og mér og öllum. Og þetta snýst um múgæsing, að fólk bara krefjist þess að ráðist verði inn hér, þetta er svona Samú 9:11 eftir næsta spinn verður sko hvar á hefndin að fara, hvaða land á að sprengja. Og við vitum að franska þjóðin er með mikið blóð á höndum sér. Þetta er lögregla, sjáðu. Þetta er lögregla. Ég myndi segja þetta að vera hermenn með vitlausa miða. Fyrir mér eru þetta engir það hefur eitthvað alveg ringlast með hugtakið lögregla sko. Og hérna já, ég held að það hafi verið þessi mynd hérna sem að ljósmyndarar eru alveg upp í snúpunni á sérsveitarmönnum. Og hérna þannig að þetta er mjög ótrúverðug saga sem verið er að segja okkur. Og ég er nú búinn að fara yfir nokkuð margar svona lygasögur frá stjórnvöldum, valdstjórnunum eða hvað ég vilji kalla þetta lið, Bilderborgurum er nú sennilega réttasta nafnið. Og þið áttuð akkur á því að Bilderborgurum er stjórna náttúrulega. Og hérna og það er mjög mikilvægt fyrir þá í sínu valdabraski að ná fram borgarastyrjöld eða heimsstyrjöld sko. Og hérna þessir gaurar hérna þeir seldu nú ekkert mikið af eintökum, 60.000 eintök held ég þeir hafi selt. Ég er að fara með þessa tölu bara eftir minni. Og þegar þeir voru bara svona venjulegt blað, síðan þegar þeir byrjuðu með svona múslima hatur eða íslamista hatur sem við getum kannski kallað, þá jókst áskriftin upp í 350.000. Þannig að þetta hatur selur. Það virðist selja mjög vel að hata þetta fólk sem að við erum að drepa. Og Írak til dæmis er búið að drepa ég held að sé ykkur 2 milljónir manna. Og við sjáum líka núna að Ísrael, það er nokkuð ljóst að Ísrael mun lenda fyrir stríðsglæpadómstóli. Og Ísrael á Evrópu eða stjórnkerfi í Evrópu er undir stjórn Ísrael og stjórnkerfi Bandaríkjanna er undir stjórn Ísrael. Og Bretlands líka, síónista stjórn. Og hérna það eru þessir síónistar sem eru líka að ræna Íslandi. Það eru sömu aðilar, síónista Bilderborgarar. Þetta eru svona eins og með Satan, hann kemur undir mörgum nöfnum sko. Að hérna að hérna já, hérna er alveg fullt af bloggi undir hjá mér. Takk fyrir það, frábært að sjá smá blogg. Kannski taki bara fyrir það sem menn
voru milljónir manna teknar af lífi í Írak í viðskiptaþvingunum sem að Bandaríkjamenn beittu Írak. Þá drápust 500.000 börn út af þeim þvingunaraðgerðum og það var fyrir stríðið, sko. Í stríðinu sjálfu voru drepnir 1,5 milljón, held ég, eitthvað svoleiðis. Það er nú hægt að lesa, bara fletta þessum tölum upp nákvæmlega. Og að taka lífi, ég geri í sjálfu sér engan greinarmun á því hvort að fólk er sprengt í loft upp með sprengju eða skotið með vélbyssu. Það er sama aftakan. Fyrst er fólk lifandi og síðan er það steindautt. Það skiptir raun ekki máli hvaða áhaldum er beitt til þeirra niðurstöðu. Hvar eru rollunar? Eru þær fyrir neðan myndina? Já, ég skil þetta nú ekki alveg. Þannig að dó enginn í París. Já, það veit ég ekki á þessari stundu. En við vitum, FBI staðfesti það, í Sandy Hook dó enginn. Samsæringar héldu því fram að enginn hefði dáið í Sandy Hook, þetta væri allt saman sviðsett. Og fengum gríðarlega mikla krítik fyrir það okkur að koma með svona hugmynd fram. Og síðan datt það svolítið í kjöltuna okkar kannski, að FBI staðfesti þessa kenningu okkar. Það kom í tölfræðinni hjá þeim að enginn hafði dáið í Newtown á því ári sem var gerð. Þannig að það er full sannað að það dó enginn í Sandy Hook, ekki einn einasta manneskja. Þannig að ég er að leiða líkur að því að þetta sé sams konar aðgerð. Og ég hef fleiri ástæður fyrir því að halda þannig sé, en við sjáum alveg greinilega að lögreglumaðurinn var ekki drepinn. Af því það kom ekkert blóð og það kom ekkert bakslag í byssuna. Það var bara blekking. Bíddu nú við. Madeleine Albright, já, einmitt. Það var hún sem var spurð, var það þess virði að standa í þessu brölti og að 500.000 börn töpuðu lífi sínu? Og hún sagði, já, það var alveg, við teljum að svo sé. Þannig þurfa að átta ykkur á því að þetta lið er gjörsamlega, það hefur ekkert svona hluti eins og við, eins og samvisku bit eða réttlætiskennd, það hefur ekki þessa tendensa einu sinni. Það skjóta saklaus, rosa, halló, það er allt í gangi hérna bara undir hjá mér, sem er bara gaman. Takk fyrir það, frábært. Ég þarf að breyta glugganum til að lesa þetta. Þetta segja, skjóta Já, að skjóta saklausan borgarann í hausinn er í morð, að hermaður láti lífið, að borgarar láti sig sprengjuárás, er hernaðarleg skotmorð ekki. Það er ekki rétt þegar ólöglegt stríð er að ræða, þá er það bara morð eins og hvað annað. Til dæmis voru hermenn Blackwater dæmdir fyrir morð í Írak. Þannig að þessi fullyrðing stenst ekki frá Peter Frampton. Documents. Hérna er smá tölfræði, fínt að fá hana. Já, ok, svo fara þeir að rífast. Ok, gott hjá ykkur að rífast aldrei. En já, börnin í Sandy Hook. Og svo sjáið þið, ef þið farið nú aðeins að skanna þessa crisis, ég hef nú sannlega birt aðeins vídeo á því líka. Það er allir þessi leikarar, crisis actors, þeir sem eru með leiksýningarnar. Og það er mjög mikla líkur á því, þess vegna er ég að gera athugasemdir við allt sem er svona ankáralegt í myndum, að
að bara shooting hérna. Þetta er allt saman leikarar. Það er orðin þetta er svona C-leikarar. Þetta lið hérna eru leikarar allt saman og fórnarlömbin hérna þetta er allt saman, leiksýningar, sko. Og það sjáum við náttúrulega sérstaklega í Sandy Hook Fire Station. Sandy Hook Fire Station og ég bara birti myndir af því að þeir eru með svo mikið fyrirgefðu, ég ætlaði nú einmitt í hina áttina. Þeir eru með svo mikið kjaftæði að taka niður rásirnar ef maður er að birta vídeó eða hljóð, sko. En hérna er þessi ef við förum aðeins yfir í Sandy Hook, hérna er þessi Fire Station, það var gríðarlega mikið af myndum sem birtust frá þessari Fire Station, sko. Og ef þið finnið ykkur vídeó Fire Station þá sjáið að það er fólk hérna sem labbar bara hringi. Það er bara og sjáið hérna sjúkrabílana. Þeir komast ekkert út hérna, þú er enga ástæða til að parkera sjúkrabílum svona. Og búið að draga alla slökkviliðsbílana út á plan og sjá þetta svona svolítið uppstillt, sko, og allt sem gjörsamlega lokað hérna. Það er grundvallar skilyrði í svona kræsi að farartæki komist og hérna voru menn bara að labba í hringi. Það voru aðilar sem fóru yfir þetta vídeó frame fyrir frame og fundu einstakling og fylgdu honum. Það löbbuðu kannski hérna, svo hring hérna og hérna og svo inn hérna og svo komu þeir út aftur hér og löbbuðu og svo komu þeir inn hérna og svo komu þeir út hér og löbbuðu hérna, þú veist. Þetta var bara fáránlegur farsi, sko. Og þannig að þetta er svo sem ekkert í fyrsta skipti sem að þetta er að gerast. Hérna sjáið þið, hérna er betri mynd. Og hérna sjáið þið það var einn svona unglingur í gulum regnfrakka og hann labbaði svona eins og fáviti, sko. Og þá kom einn af supervisorunum og svona talaði við hann, já, þú var nú aðeins að vera trúverðugur en þetta. Og og svo sjáið þið hérna Sandy Hook School, sko. School shooting. Það sama var í þessi mynd hérna er fölsuð. Hún átti sér ekki stað á sama tíma og Sandy Hook átti sér stað. Þetta hérna er leikkona sem hefur birst víðar í svona crisis ástandi. Hérna eru þessi marseringar alltaf, verða að marsera fram og tilbaka. Og býtum við, er engin yfirlitsmynd af Sandy Hook. Sko, þegar þú ferð yfir, já, þetta er skólinn hérna, býtum við, nei. Sko, ef þú ferð yfir myndina af skólanum í Sandy Hook, sjáðu hérna. Hérna er einhver með sjúkrabörur. Sjúkrabíllinn stendur hér fastur í trafík, sko. Og þið sjáu að það er búið að loka hérna götunni. Og ef að þessir hafa eitthvað erindi, þá er það fyrsta sem að lögreglan á að gera er að halda leiðum greiðum fyrir sjúkrabíl og slökkviliðsbíla. Þannig að þetta fólk hefur ekkert erindi á svona bara á nærbuxunum og bíllaust, sko. Og þannig að þetta og hérna er annar með sjúkrabörur. Þetta er alveg greinilega sviðsettar kringumstæður, sko. Af því að þetta meikar ekkert sens að það sé hérna bara umferðarkaos og sjúkrabílarnir komast ekki fram og tilbaka. Nú ef það er enginn slasaður þá hefur þetta fólk ekkert að gera. Aka sviðsetning, sko. Og já, svo byrjar náttúrulega allt þetta pólitíska leikrit í kringum þetta allt. Og veitum við, já, það er orðið lítið
ljósmyndir af skólahúsnæðinu. Sjáðu, svona umferðaröng þetta aldrei leyft að myndast, sko. Og svo takið eftir, það var líka núna í París, að lögreglan gerir alltaf svo hentug mistök, sko. Þetta ofboðslega hentug mistök að þeir loka ekki götunni. Hérna rosa góð mynd. Við má sjá hana starri. Og svo annað, já, sem ég hef ekki búin að taka fram áður. Það umferðin. Þessi bíll keyrði bara í rólegheitunum og það var eiginlega engin umferð. Samt var þetta á tíma sem ætti að vera gríðarlega mikil hádegisumferð. En einhverra hluta vegna voru göturnar annars bara tómar. Og þið sjáið hvergi umferð. Og það sérstaklega áberandi í þessu myndbandi hérna. Það sérstaklega áberandi að hérna engin bílar. Það engin umferð, sko. Og það óeðlilegt, sko. Þannig að þetta ekkert bara eitthvað í hausnum á mér. Þetta bara myndmálið og það byrjar eitthvað svona. Axel, ertu búin að segja foreldrum barnanna að krakkarnir ekki dánir, að krakkarnir voru bara leikarar? Geturðu sagt mér nákvæmlega hverju foreldrarnir eru? Þeir eru allir að vinna núna, flestir eru að vinna í svona lobbygrúpum til þess að afvopna Amerikana áður en að þar vera sett herlög. Og eru með alls konar tengsl og ég nú ekki að fjalla Sandy Hook hérna, sko. Þannig að ég kannski geri vídeó það seinna. Ég að tala og ég hef gert það líka áður. Ég fjallaði Sandy Hook í nokkuð detail. Þetta bara flettaði upp á rásinni minni. En þetta sem sagt þessi aðgerð búin að uppfylla öll svona skilyrði sem maður setur fyrir fölskum fána. Þetta á eftir að það er von á fleiri. Ég sagði það líka hérna fyrsta daginn. Það eru komið núna 3 live vídeó út af París. Og í fyrsta vídeónum minn París sagði ég mætti búast við fleiri atburðum. Og það eru núna fleiri gíslatökur og eitthvað fleira dæmi í gangi. Reyndar gæti það verið. Ég hef bara ekkert yfir það. Ég þarf bara að sjá það sem að kemur fram í fjölmiðlum. Að og ég hvet ykkur þá líka bara til þess að leita eða horfa á vídeó Sandy Hook, þar sem það farið lið fyrir lið. Hvaða fólk þetta hvaða mótíf eru þarna bakvið og hvaða stóra plott í gangi. Og það eftirtektarvert að það að ráðast á börn á Gazasvæðinu, sprengja þau og heimkynni þeirra í tætlu. Það 70% barna á Gaza eiginlega orðið barnasvæði. Það býr mest börn á Gaza. Og slík morð renna ljúflega fram hjá þessu fólki sem núna alveg brjálaði við því að það sé verið að ráðast á tjáningarfrelsið. Ég sé svo, þá ég náttúrulega algjörlega á móti því. Eyjan hefur til dæmis lokað á tjáningarfrelsið mitt hjá sér, sem hafa náttúrulega fulla rétt til að gera. Ég ekki að segja það, þeir hafa alveg fulla rétt til þess að gera það, en þeir geta það ekki á sama tíma verið að
verið að flagga fánum tjáningarfrelsis þegar þeir koma sjálfur í veg fyrir að aðrir hafi tjáningarfrelsi. Og ástæðan fyrir að Eyjan lokaði á mig tjáningarfrelsinu var að ég krítiseraði Egil Helgason fyrir að hafa aldrei fjallað Bilderberg faran á íslensku og Bilderberg fundina sem risamál, því þar eru ákvarðanir teknar Ísland, þar Íslandi stjórnað frá. Og það var bara lokað á mann á Eyjuna. Þannig að þeir sem eru núna að krítisera, sko, ég er bara að tala um þessa fabúlur sögu, sko, ég er náttúrulega að segja áðan að þetta, það ekki einasta sönnun fyrir því að íslamistar eða múslimar hafi framkvæmt þennan glæp. Það miklu stærri, ef það var það glæpur, við vitum það ekki einu sinni, að þetta eru bara fabúlur, sko, að þetta sé árás á tjáningarfrelsið er bara til þess að mynda múghæsing gegn íslam eða múslimum. Og við vitum það í Evrópu búið að vera gríðarleg áróðus starfsemi til þess að magna upp þetta það er verið að búa til stríð í Evrópu, og er það sem að þú vilt, eða það sem við viljum? Ég vil það ekki. Ég vil ekki að það sé búið til stríð, og ég vil ekki til dæmis að ef að einhver þjóðfélagshópur er eitthvað viðkvæmur fyrir einhverju satíru eða eitthvað slíkt og hann hefur mögulega á því að sniðganga það, sko, ég gerir greinarmun á tjáningarfrelsi þar sem að til dæmis ég er að segja eitthvað hérna á rásinni hjá mér, en það er engin neitur til þess að horfa á þetta, nema þá kannski einhverju pyntingabúðum í Guantanamo eða eitthvað slíkt, ég veit það náttúrulega ekki. Og talandi um hugsaðu ykkur alla þúsundir einstaklingar sem hafa verið tekin inn í pyntingabúðir NATO og co. Hvað með alla múslimana sem hafa verið pyntaðar og drepnir þar sundur og saman? Á hvað er það árás? Er það árás á tjáningarfrelsið? Hvað með lögreglustjóran í Gaza? Honum örugglega verið hótað, hann var framámaður í stjórnmálum þar, hvort hann var í þessum Hamas-hreyfingum eða ég veit ekki, einhverju stjórnmálaflokki þar. Og síðan bara hvassbúm, bara 17 manna, hann og 17 manna fjölskylda hans drepin. Þannig getið ímyndað eitthvað líka hótunaraflið sem að þessir aðilar hafa. Að geta hótað fólki bara, já, heyrðu, annarkvort gerum við þetta svona eða við sprengjum þig og þína fjölskyldu í loft upp. Og þeir gera það síðan og þeir komast upp með það. En gaman að sjá smá rifrildi undir rásinni, undir þessar útsendingum, það er bara gaman. Ég er ekki að rífast svona þegar menn er ekki með neinn rök. Ef að menn geta beitt einhverjum sönnunum eða komið með einhver rök, þá er ég mjög spenntur fyrir því, einhverjum staðreyndum, einhverjum upplýsingum til dæmis, eitthvað sem að geti upplýst mig þá meira. Þegar ég hef alltaf sagt það oft áður að ég get vel verið að hafa rangt fyrir mér allt eða margt eða ekkert, ég veit það ekki. Og þannig að við þurfum að skoða þetta og við eigum ekki að trúa öllu sem að fjölmiðlarnir eru að bjóða upp á. Þeir eru sannaðir lygarar og herveldin eru sannaðir lygarar líka og gera hvað sem er til þess að halda völdum sínum. En ég ætla að láta þetta duga í dag og við megum búast við hvar sem er í Evrópu, dirty bombs, það er allur spilastokkurinn er í boði og þið þurfum að hafa 100% á hreinu að þessar aðgerðir er stýrt og
stjórnað frá NATO. Þetta eru NATO-aðgerðir sem eru í gangi. Meira að segja handasignálin sem að þeir notuðu, þessir sérsveitarmenn sem keyra þarna á sítrónum í rólegheitunum, það eru NATO-signals. Þannig að það er verið að hervæða Evrópu, stríðið er að byrja og fyrst er byrjað fyrsta það sem að deyr fyrst í stríði er sannleikurinn og það á vel við í dag og takk fyrir komuna og lifið í friði, fordæmið allt ofbeldi með hvaða hætti sem það kemur fram og þið sjáið stjórnarskrártillögu mína, það er ef að hún er brúkuð, það er ekki séns að beita ofbeldi með hana sem grunn og hún er náttúrulega líka grunnur undir því sem ég hef verið að segja hér og það sem ég stend fyrir. Þannig að takk fyrir í dag og verið sæl.